Jæja, góðan daginn. Ég var svolítið að hugsa að byrja aðeins að taka smá í sambandi við skilaverkefnið. Sko, að því nú þið ekki vön að vinna með klasa og eða allan að fæsta ykkur. Og þetta svona fyrsta klasaverkefnið sem þið eru að vinna með. Og ég gerir ráð fyrir að þetta sé kannski svolítið að flækjast fyrir, eða hvað? Er þetta ekkert mál? Þarf ekkert að ræða þetta. Sem sagt, við ætlum að búa til klasa sem heitir lón í þessu tilfelli og svo erum við með einhver föll í klasanum og smiði og ég held, og það einhverja þrír sem sagt liðir sem í klasanum, það er að segja höfuðstóllinn, vaxtaprósentan og fjöldi afborgana og svo erum við með einhver smiði og svo erum við með einhver föll sem við höfum kannski svona member function eða föll sem eru liði í klasanum eða meðlima föll, þetta allt sami hluturinn sem eru svona föll eins og fyrir landi að þá bjóði til eitthvað fjall sem heit þéttbýli, þetta væri svona sambarlegt föll við það og sem sagt og fallið, þessi föll sem ég á útbúa, það er sem sagt eitthvað fall til að reikna afborgun upphæð afborgunar og svo stendur hann fyrir neðan hver formúlan fyrir því, fyrir upphæð afborgunar, að það er bara sem sagt höfuðstóllinn, upprunalegur höfuðstóll, deilt með fjöldi afborgana. Ok, og síðan er fallið, compute balance, það er að segja reikna eftirstöðar, eftir einhverja ákveðna greiðslu. Ef þetta verður 10 afborganar hans láni eða 10 greiðslur hans láni, að þá, þegar við erum búin að greiða 5 greiðslu, hvað er þá höfuðstóllinn eftir þá greiðslu? Og þar er gefin í rauninni líka formúla fyrir því, eftirstöðar höfuðstóls, það er þetta. Það er sem sagt bara, sem sagt ef við tökum 100.000 krónur lán og svo er hver afborgun 10 skall, að við erum að borga 10 afborganir, að þá ef maður er búin að greiða, þegar maður ætlar að fara að greiða 3 afborganir fyrir 3. greiðslu, þá er maður búin að greiða 2 og þá er vantarlega eftirstöðarnar 100.000 mínus sem sagt 2.010, því við erum búin að borga 2.010 krónur og þetta er þá með við þetta sé óverðtryggt lán. Ok, og síðan það var þá fall nummer 2 að reikna sem sagt eftirstöðarnar og svo fall nummer 3 að það var að það er sem þetta reikna út sem þetta hverju vextirnir eru og vextirnir eru háðir eftirstöðum eða ekki fyrir greiðsluna, þannig að þessuna þurfum og eftirstöðunar eru svo háðar hvaða sem þetta greiðsla þetta er, þannig að þessuna verðum við að setja inn númer greiðsluna sem við erum að vinna með þegar við ætlum að reikna eftirstöðar, reikna vextina. Sko þegar ég var að kenna forritun fyrir einhverjum, nú var ég ekki að kenna forritun fyrra en ég kendi forritun fyrir 2-3 árum eða nokkrum árum. Þá var ég með mjög svipað verkefni og þá fannst mér svolítið vera að flækjast fyrir fólki að til dæmis af hverju setjum við færibreytu, af hverju engin færibreyta til dæmis með þessu falli þarna þar sem við erum að reikna afborgunina, af hverju svo færibreyti í einhverju öðru falli og svo framvegis. Og ég man þegar ég laði þetta verkefni fyrir þá og þá var ég með svona smá skýringafall sem að gekk út á að svipaða hluti nema bara eitthvað allt annað dæmi og ég ætla að taka svona sambærilegt skýringafall núna og það er sem sagt ég ætlaði sem sagt að fara í gegnum þetta dæmi sem ég var búin að setja inn sem undir annað efni og þetta dæmi er sem sagt hvað var ég búin að setja mikið af verkefnum, ég er alveg bara klasinn hringur og sem sagt markmið með þessu dæmi það er það að þá verður einhver líkindi með þessu dæmi eins og þessu skilaverkefni. Hvað varst? Já. Svarið já, klasar eru mikið notaðir og hins spurningin í hvað er þetta notað?
það gæti til dæmis, skulum bara kíkja á þetta dæmi sem ég er með núna, það kannski skýrir aðeins það hvernig við getum verið að nota þetta. Hérna, sem sagt, hér er ég þá með dæmi og við erum með eitthvað klasa sem heitir hringur. Og hringur, markmið er að hafa þetta svona frekar einfalt dæmi, þess vegna er bara einn liður, mér finnst hringur fínt fyrir það. Og liðirnir, hvað eru eigindi hrings eða hvað er eðlilegt að liðirnir með hring getur verið? Jú, hringur hefur einhver radíus. Ef við ætlum svo að teikna upp hringinn, þá myndum við kannski gefa upp einhvern hnit á miðjunni eða eitthvað þvíumlíkt, en við ætlum ekki að gera það hérna. Hér er sem þetta ætli bara að geyma hvert hring, ætli bara að geyma radíus hringsins. Síðan segja ok, hérna, ég vil geta búið til tilvik af hring og til þess að búa til tilvik þá þurfum við að hafa einhverja smiði. Og hérna eru þá 2 smiðir fyrir hringinn, eða 2 konstruktors, eins og þetta er í bókinni, eða smiður á íslensku. Og við munum að konstruktor eða smiður, þar sem hann gerir, hann býr til tilvik af glasanum, býr til einn ákveðin hring, getur við sagt. Ok, svo er einhver gett og settvöll eins og við vorum búin að kynna. Gettfallið, það gefur okkur í rauninni hver radíusin er á hringnum, af því að radíusin er prævatliður, og settfallið, það gefur okkur kost á að setja inn radíus. Þannig við erum búin að setja radíusin prævatlið, en svo erum við rauninni búin að opna á hann aftur með því að hafa bæði gett og settfall. Ok, svo er hérna eitthvað lesafall sem að þá bara lesa radíusin og birtafall sem birtir radíusin. Svo segja ok, hérna, ef við erum að vinna með hringi, þá er kannski yfirleitt eitthvað sem við viljum oft gera og gæti verið þægilegt að hafa. Hérna sagt, ok, það gæti verið þægilegt að eitthvað fall sem að gefur okkur flatamál hringsins. Það gæti líka verið gott að eitthvað fall sem að gefur okkur ummál hringsins. Það gæti verið, þetta er hérna svona, kannski svolítið langsóttari þessi föll hérna, en það þjóna mér ágætlega þessi föll í þessu skýringu, eða í þessu dæmi sem ég ætla að taka. Þannig ég sagði, ok, ég ætla líka að hafa eitthvað fall sem að segir, hérna, ef ég er með einhvern sívalning sem að hefur hringinn sem grunnflöt sívalningsins, er ekki hringur grunnflötur sívalnings, og ég vil segja hérna, ég vil hafa hérna fall sem segir, ef ég hef sívalning með þennan hring sem grunnflöt og sívalningurinn hefur einhver ákveðna lengd, að þá hérna á þetta fall að skila mér hvert er rúmmál slíks sívalnings. Svo er eitthvað hérna sama, ef ég hef svona sívalning með þennan hringur sem grunnföll, þá á það að gefa okkur hvert er yfirborðsflatamál sívalningsins. Og síðan er eitthvað hérna fall sem að ég segi, ég ætla að birta eitthvað sem heitir sívalningstabla. Og þessi sívalningstabla, hún sýnir mér bara rúmmáli og yfirborðsflatamálið með mismunandi lengdir sem hefur þennan ákveðna hring sem grunnflöt. Ok, og málið er bara það að við erum þá komin með einhver svona, þú veist, við erum ekki bara með þessi grunnföll eins og gett og settföll og smið og les og birta. Það er í rauninni bara eitthvað sem kemur alltaf með klösunum. Það er þessi grunnföll, við ákveðum hvað grunnföll við ætlum að gefa kost á og það er það sem kemur með. Síðan fer það bara eftir hvaða klasa við erum að vinna með, í rauninni hvaða svona úrvinnsluföll, ég kalla þetta stundu það, við bjóðum upp á. Þetta væri kannski einhver svona úrvinnsluföll sem væri sniðugt að hafa með hring. Ef við værum að búa til eitthvað forrit með einhvern grafískum skilum og við vildum geta teiknað hringina eða eitthvað, þá erum við kannski með eitthvað fall sem heitir teikna eða færa eða gera eitthvað hluti við hringina sem við viljum. En hugmyndafræðin er sem sagt svo að við erum að geta bara búið til einhvern hring, eitthvað tilvíka hring, og þá fáum við bara leið og við búum til hringin, þá fáum við bara með öll tækin og tólin í rauninni sem við viljum geta, sem við þurfum á að halda fyrir þetta ákveðna verkefni eða fyrir þennan ákveðna klasa sem við erum að vinna með. Og hér er þá tækin og tólin sem við ætlum að hafa, það er þetta, geta fundið flatamálið, ummálið, rúmmál sívalningsins, yfirborðsflatamál sívalningsins og geta byrt einhverja sívalningstöflu. Ekkert ósvipað eins og þegar þið væri með lánið, að þá viljum við geta bara búið til þessi grunnföll, en síðan viljum við líka hafa þessi 3 eða 4 föll sem að eiga að reikna afborgan eða upphæð afborgunar og hvað nú var sem við vorum með. Og hérna, nú kemur spurningin, til dæmis, af hverju er hérna, áður fyrir mig þá spurningar, og skulum bara sjá hvernig við getum þá verið að nota þetta.
þá segi ég ok, hér erum við að nota þennan hring og í rauninni þegar ég að segja hvernig ég nota þetta þá alveg nóg að skoða hérna þennan hluta klasans í yfirlýsinguna. Við þurfum ekki að hafa útfærsluna vegna þess að hvað föllin gera, það í rauninni það sem kemur fram þarna uppi í yfirlýsingarhluta klasans. Hvernig föllin eru svo útfærð, það skiptir svo sem okkur engu máli þegar við ætlum að nota þau, en svo skoðum við eftir hvernig það eru útfærð. En hvernig getum við þá verið að nota þetta? Jú, þá segi ég, ok, ég ætla að búa til einhvern hring H1 og ég ætla að búa til eitthvað tilvika hring og ég kalla bara H1 og þetta getur hann heiti hvað sem er. Nú, svo segjum við hérna, ég ætla að slá inn einhverju upplýsingar hringinn og þá, til þess að lesa inn upplýsingarnar, þá get ég notað þennan H1.lesa. Nú, svo get ég byrt einhverju upplýsingar, allt og sumt sem birtafalli gerir hjá mér að það að byrta hver radíusin en það gæti hugsanlega gert eitthvað meira, það gæti hugsanlega byrt ummáli og flatarmáli ef við viljum, en ég lét það ekki gera það fyrir bara eftir hvernig við kjósum að útfæra það, hvort við gerum það eða ekki. Og síðan segi ég, ok, ég ætla síðan að segja H1 hvað byrta sívalningstöflu og þá byrta þessa töflu sem við erum með, sem að ég ætla að búa til. Og hérna við getum prófað að runna þetta bara að sjá hvernig þetta myndi hérna runnast þetta forrit, þannig ég ætla að byrja á því að þýðan og það þýðist upp og ég ætla að prófa að runna og það sem þetta forrit gerir þá það að hérna hvað við sláum inn einhvern radíus 5 og þá kemur hvað radíus með 5, þetta það sem birtafalli byrtir, þetta hér radíus 5 hér, lesafallið það lét okkur slá inn þessa 5 hérna. Birtafallið, það lét okkur bara byrta, radíusin 5. Það var það sem birtafallið gerði. Svo kom þetta hérna, sé át ummál hringsins og þá getum við notað þetta fall sem hétt ummál, sem reiknaði ummál hringsins og þetta að því við sögum H1 punktur ummál, þá fáum við ummálið á H1, eða ekki? Þannig að þá kemur ummál hringsins þetta, nú flatarmál hringsins, að þá, til að fá það, þá segja H1 punktur flatarmál. Flatarmálsfallið, það skýlar okkur hvert flatarmál fyrir þennan hring og svo framvegis. Og síðan kemur þessi hér byrta sívalningstafla, að það byrtir eitthvað hérna, upplýsingar sívalning með hring með radíus 5, sem þannig sem við settum inn sem grunnflöt og við fáum eitthvað hérna lengd og rúmmál og yfirborðsflatarmál. Og þá vorum við að nota þessi föll þannig sem við bjuggum til, eða sem ég tiltók hérna efst til þess að gera þetta. Ok, sjá einhverja líkingu með þessu hérna verkefni, þessu stílaverkefni sem að ég kannski á seinna fjallum þetta, menn kannski bara búin að gera verkefnið. Hvað segir það? Nei, tjómar gagna allan fyrir einhvern vonandi. Hérna já, sko í fyrsta lagi, ef við værum að búa til þetta lánaforrit og ef við bara spáum í hvernig gæti meinfallið sem að prenta út þessa greiðsluflæðislista verið, já, við búum til einhvern klasa sem heitir lán, svo getum við sagt bara hérna eitthvað lán og eitthvað ákveðið tilvik á klasanum, þá erum við að búa til eitt ákveðið lán, eða ekki? Svo getum við sagt eitthvað svona sláðin upplýsingar lánið eða eitthvað þvílíkt, svo getum við sagt tilvikið, punktur lesa, ef þið hafa eitthvað lesafall og það, hvað ætti lesafallið að gera, það ætti bara þá að hérna lesa inn hvað var það, höfuðstóllinn, fjöldi afborgana og vaxtaprósentuna, myndi vantilega lesafallið gera þetta ekki? Og síðan getum við þess að sett H1 punktur byrta og þá getum við byrt hver vaxtaprósentan og það hugsanlega getum við bara sleppt því. Nú kannski getum við bara sleppt þessu og þessu, en svo kom eitthvað H1 punkt, eða þá lánið sem sagt, lán 1 punktur og svo bara kalla á þetta fall sem á að byrta töfluna, eða ekki? Eða greiðsluáætlunina varðist. Þannig þetta svona líkindi eða ekki hvernig meinfáriti getur unnið. Nú, þannig að þetta getur verið svipað. Nú, spáum við það hvort að við hvort við græðum eitthvað á því sem sagt að skoða föllin, sjáum hvernig föllin í lánaklasan mætti að vera útvært með öllum þessi föll. Auðvitað það náttúrulega ekki bein samsvörun milli einhvers láns og milli einhvers hrings, en samt kannski töluverð. Sett, ok, við búum hérna til smiðinn, færibrautasmiðurinn setur eitthvað default gildi, færibrautasmiðurinn í láninu, hvað myndi það? Það myndi setja einhver default gildi á hvað var það, höfuðstóll, vaxtaprósentu og fjölda afborgana, eða ekki?
smiðurinn fyrir færibreytu smiður, það myndi búa til það myndi setja inn einhver gildi eða ekki fyrir á sama hátt fyrir vaxtaprósentu höfuðstólinn og fjölda afborgana, nema þá myndum við bara gefa kost á notandanum að því hann ræsi smiðin upp að þá setur hann gildin inn leið hann ræsi smiðin upp. Nú síðan getum við þess búti gett og sett föll fyrir þessa liði ef við viljum. Ég ætla svo sem ekki það er í sjálfu sér ykkur sjálfsagt sett. Birtafallið þurfum við kannski ekki að hafa þessuna, það er ekkert beðið það. Þannig að nú hér kemur eitthvað sem átt að birta flatamálið, eða ekki birta flatamálið heldur skila flatamálinu. Og hvað gerir þetta? Þetta reiknar bara flatamálið út frá radíusnum og er ekki eitthvað voðalega svipað sem að til dæmis þetta fall sem að reiknar afborgununa gerir. Er það ekki bara, hvernig var afborgun reiknuð? Það er ekki bara höfuðstóllinn deilt með fjölda afborgana, eitthvað þvílíkt. Þannig að það er kannski ekkert flóknara fall en þetta, eða hvað? Þannig að það er svona viss líkindi að það ekki með því. Nú hér, ég setti þetta með rúmmál sívalningsfallið að það tekur inn einhverja færibreytu. Af hverju þurfa ég að senda lengdina inn sem færibreytu en ekki radíusin? Við erum náttúrulega að nota radíusin til að reikna rúmmálið, en við þurfum líka að nota lengdina. Af hverju sendi ég lengdina inn sem færibreytu en ekki rúmmálið? Ekki radíusin, ætla ég að segja. Hvað segir það? Já, akkurat. Radíusin er liður í klasanum. Leið og ég veit þetta er hringur H1, þá veit ég hver radíusin er, af því að radíusin er liður í klasanum. Lengdin er ekki liður í klasanum. Og þá ef maður horfir á til dæmis þetta fall sem átti að reikna eftirstöðar eftir eitthvað ákveðið númer afborgunar, að þá var 3 liðir, það var höfuðstóll, vextir og hvað fjölda afborgana. Númer hverjar afborgunar, það er ekki liður í klasanum. Þannig ef við ætlum að hafa eitthvað fall sem að notar númer afborgunar, þá verður við að senda það sem færibreytu inn í fallið. Þannig það er munurinn. Alltaf við verum með einhverjar stærðir sem eru liðir í klasanum sem við erum að vinna með, þá þurfum við ekki að senda það inn sem færibreytur. Það kemur í rauninni með tilvikinu. Þegar við segjum í meinfallinu, þegar við segjum til dæmis eins og H1 punktu birta sívalningstöflu, að þá H1 hefur einhver radíus. Þannig H1 radíusin kemur með tilvikinu. Aftur á móti ef það er eitthvað annað sem við þurfum, að þá þurftum við að senda sem færibreytu, sem við reyndar höfum ekki þessar töflu hér. Nú ef við kíkjum svo á hvernig þessi birta sívalningstöflu er útfærð, þá er það hvernig var það? Upplýsingar sívalning með einhver tring og sem þetta skrifar þessa fyrirsögn fyrst og ringin með þennan ákveðna radíus sem grunnflöt, og svo skrifar hún einhverja fyrirsögn, lengd, rúmmál og yfirborðsflatamálið. Þetta er bara fyrirsögn. Svo kemur bara einhver lykkja, og að því að ég setti fyrst inn að lengdin væri 10 og það fór upp í lengdina 100 og bætti 10 við lengdin í hversinn, bjóðu til einhverju lykkju sem gerir þetta, og svo bara skrifar hún út lengdina, og svo kallar hún á fall sem að gefur okkur yfirborðsflatamálið. Greiðsluflæðislistin sem þið búið til, hann er í raunin næstu því eins eða ekki. Það er bara einhver lykkja, og hvað það lykkjan að gera? Það þarf að fara frá, eða ekki, fyrstu afborgun og niður í allar afborgunar, og það þarf að birta eina línu fyrir hverja afborgun, eða ekki, og í þessari línu þá til dæmis getið kallað á einhver föll sem að hjálpa, eða á að birta afborgununa sem dæmi, þá eigið þið kannski fall sem að, eða þið eigið fall sem að reiknar upp að afborgunar með hvernig það er sett upp, þá þurfum bara að kalla það.
Hvað segið, finnst ykkur þetta eitthvað? Markmið það að því að þetta ég held þetta sé svolítið nýtt og framandi að vera að nota klasa, að með þessu dæmi að þá sjáu þið eitthvað fyrir ykkur hvernig þið getið leyst þetta og klárað þetta dæmi. Nú eru svona búin að hugsa það, kannski, ég veit að einhverjur eru bara búin að leysa það er bara flott og það er náttúrulega langbest að menn geta leyst þetta án hjálpar. En svo eru kannski aðrir sem eru stopp og ég var að vona að þetta myndi hjálpa þeim sem að væri stopp. Einhverjar spurningar um þetta? Finnst ykkur þetta eitthvað hjálpa? En engar spurningar, sérstakar. Þið getið þá allavega bara kíkt á þetta dæmi. Ef við snúum okkur að næsta mál, að það það stóð á stendur á kennsluáætluninni að þá fórum við að fjallum frendföll og sem í kafla 11 og ég sem að kljúa upptökuna.